Er algebran til vandræða á þínu heimili? Þá þekkir þú líklega umræðina. Og ekki ástæðulausu. Nemendum sem gengur illa í stærðfræði í grunnskóla gengur almennt líka illa í framhaldsskóla. Meir en 50% nemenda í stærðfræði 122 á framhaldsskólastigi hefur fallið að minnsta kosti einu sinni og 25% hefur fallið tvisasinnum eða oftar. Þetta staðfestir að ekkert kemur í staðinn fyrir góðan grunn og grunnurinn er lagður í grunnskóla. Þú veist væntanlega að algebran er stór hluti af öllu stærðfræðinámi svo það er óþarfi fyrir mig að ítreka mikilvægi hennar hér. Orðum það bara þannig að nemandi sem ekki nær tökum á algebru kemst ekki áfram í stærðfræði. En hvernig er staðan hjá þér? Er þitt barn að missa lest? Hefur bili breikkað það mikið að þú veist ekki lengur hvað skal taka til bragðs? Myndi það breyta einhverju ef lestin sneri við svo að barnið þitt kæmist borð og færi á áfangastað á þeim hraða sem það ræður við? Því nú getur þú hjálpað þínu barni í algebru án þess að vera sérfræðingur í stærðfræði og án þess að ráða einkakennara. Já, þitt barn getur lært algebru heima í sinni tölvu á eigin hraða á tíma sem hentar, en samt með aðgang að kennara. Og allt þetta fyrir brot af þeim kostnaði sem einkakennsla myndi kosta. Og þá tökum við ekki með í reikningin kostnað og tíma sem fyrir akstur og ferðir. Námskeiðið er allt á netinu, vefurinn er einfaldur í notkun og virkar bæði á fartölvum og spjaldtölvum, jafnvel snjallsímum. Námskeiðið er vandlega samsett af hágæða kennsluefni sem er sett fram með myndrænum hætti. Það hentar því nemendum með lesblindu og athyglisbrest sérlega vel. Og hvernig kennum við svo nemendum algebru sem hafa lítinn grunn? Galdurinn liggur í uppskriftinni, sem hver hluti fylgir. Fyrst útskýrum við hugtök, svo nemandinn viti hvað við erum að tala. Þá koma vönduð en stutt kennslumyndbönd. Við kennum aðeins einn hlut í einu til að forðast að rugla nemandinn í rýminu. Því næst leysir nemandinn dæmi sem er í algjöru samræmi við það sem verið var að kenna. Dæmin eru sér saman með það í huga að nemandinn nái tökum á einum afmörkuðum hlut. Nemandinn ber síðan sín svör við niðurstöður okkar og sér þannig strax hvaða má betur fara. En við erum ekki hættir. Nemandi sem fær ranga niðurstöðu veit oft ekki hvaða var sem hann gerði vitlaust og gefst því auðveldlega upp. Þess vegna bjóðum við upp á lausnarmyndbönd, en við höfum list öll dæmi námskeiðsins svo nemandinn getur spila hvaða dæmi sem er og sé nákvæmlega hvernig á að leysa það, skref fyrir skref. Þannig leiðréttir nemandinn sig sjálfur, lærir af mistökunum og heldur áfram. Síðan hnykkjum við á efninu með stuttum upprifjunum. Því það er ekki nóg að vaða úr einu í annað. Heldur þar nemandinn að geta reiknað efnið nokkrum dögum síðar eigi hann að geta byggt á því sem hann lærði. Þannig byggjum við upp. Og ekki bara það, því nemandinn eða foreldrið getur haft samband við kennara og höfund námsefnis ef eitthvað er óljóst varðandi efni kaflans. Þannig viljum við tryggja að samviskusamur nemandi sem ætlar sér alla leið komist alla leið. Og svona endurtekur þetta sig hluta fyrir hluta, skref fyrir skref. Við höfum raðað námsefninu vandlega saman, kennum einn hlut í einu í réttri röð og sleppum engu. Þessi uppskrift gerir það að verkum að árangurinn verður eðlilegur hluti af ferlinu. Og allt gerist þetta í spjaldtölvu nemandans á tíma sem honum hentar því hver einstaklingur hefur sína dagskrá sem flétta þar saman. Sumum finnst gott að læra strax eftir skóla, aðrir læra seint á kvöldin. Búseta skiptir engu máli því nú hafa allir aðgang að vönduðu kennsluefni sem setur nemandann í fyrsta sæti. Nemandinn getur stoppað, bakkað eða rifjað upp eins oft og þörf krefur. Engin barátta athygli kennarans eða skammartilfinning sem fylgir því að biðja sömu útskýringarnar einu sinni enn. Í stað stefnulausra og handahófskenndra inngripa er komin stefna. Áhyggjur víkja fyrir hugarró. Við erum ekki í því að slökkva elda.
Fjarnámskeiðið í algebru engin skyndilausn, heldur alvöru markvisst námskeið sem gefur nemandanum tíma til að meðtaka, setja í samhengi og rifja upp. Námskeið sem leiðir nemandann í gegnum efnið og gefur honum traustan grunn í algebru sem byggjandi á.